Þá ætla ég að fara yfir þau tæki og tól sem að þarf þessa tilraun. Þannig að skrifið hjá ykkur heiti þessara tækja. Þið þurfum að hafa þau í skýrslunni ykkar. Við þurfum 100 ml mæliglas. Við þurfum bikarglas og vatn sem í bikarglasinu. Við þurfum salt, eldfæri, eldspýtustokk eða kveikjara. Við þurfum hitamæli, spritlampa, suðugrind og vog. Þetta eru þau tæki og tól sem við notum í þessari tilraun. Við byrjum á því að mæla 100 ml af vatni í mæliglasið. Hellum hérna onni og þegar maður lesa mæliglasi þá þarf maður að hafa augað akkurat í beinni línu við mælikvarðan og maður lesa af neðra borðinu eins og ég sýnt gráður. Þegar það er komið þá hellum við því í bikarglasið. Þá er komið 100 ml eða 100 grömm af vatni. Þá ætlum við að fá sykur og mettun sykurs, eða saltsegi, mettun salts í 100 gramma lausn eru 36 grömm og við ætlum að bara fara rólega í þetta og byrja á því að mæla 25 grömm. Og með við erum að mæla þetta, þá er ágætt að setja hitamælinn í vatni því að það á að sýna 20 gráður Celsius. Þið munið að stilla vogina. Mælum 25 grömm. Hér komum aðeins svo mikið. Þetta sýnist mér bara að vera nokkuð nákvæmt og þegar við erum vissum að vatni sé rétt hitastig, 20 gráður eins og hér er, þá setjum við þessi 25 grömm í vatnið, náum okkur í skeið og hrærum í vatninu þangað til að allt er leyst upp. Þegar að allt er leyst upp og það getur tekið dálítið tíma, maður þarf bara að hræra svolítið lengi og nú erum við búin að græja það. Hér er ég með 25 uppleyst grömm. Þá tökum við viktina og við mælum bara 1 gramm í viðbót í senn. Eitt gramm í viðbót, við erum komið 25 grömm, þannig að þetta er 27. grammið. Setjum það onni og við hrærum og þetta gerum við alveg koll á kolli þangað til er komið botnfall. Þegar við náum ekki eða þangað til lausnin er mettuð, þegar við náum ekki að leysa meira salt upp í vatninu, þá er sem sagt lausnin orðið mettuð og þá kemur botnfall og þegar það er komið, botnfallið, að þá skulum við bæta við 1 gramm í viðbót. Eitt gramm í viðbót og þá er lausnin algjörlega orðið mettuð. Við náum ekki að leysa meira upp. Þá tökum við suðugrindina, spritlampan, kveikjum á spritlampanum setjum saltvækilinn oná og hitum vatnið upp þangað til við komum við það bil 50 gráður.
Þau eru búin að ná 50 gráðum og þá náttúrulega þurfa að passa okkur á að brenna okkur ekki. Þegar 50 gráðum er náð og við skulum gefa okkur að það sé komið núna, að þá slökkum við einfaldlega á spritlampanum og gætum okkar vel, hrærum upp saltið og þá ætti saltið að leysast upp, sem verður uppleyst og þá er lausnin orðið mettuð við 50 gráður. Svo þurfum við að kæla aftur bikarglasið og við skulum sjá bara hvaða tími er til þegar að því kemur. Við getum sett þetta í klaka til að reyna að kæla þetta fljótt, annars leifum við þessu bara kólna, þetta kólna tiltölulega fljótt í stofun okkar. Það sem þeir þurfa að fylgjast með er að saltið sé uppleyst og ef það er uppleyst þá getum við haldið áfram með tilraunina og svo þegar að hitastigið lækkar þá ætti saltið að komast aftur og þá kallast það salt sem þá kemur felling. Þegar þessu er lokið, tilraunin lokið og þið getið fara að skrifa skýrslu.